Góðan dag, kæru sveitarstjórnarfulltrúar, áhorfendur og starfsmenn. Ég býð ykkur velkomin til þessar aukafundar í sveitarstjórn, fundur númer 265 og segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir sú sem hér stendur, Guðveig Eyglóardóttir, Bergur Þorgeirsson, varamaður í fjarveru Evu Margrétar Jónudóttur, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Brynja Þorsteinsdóttir, Sigurður Guðmundsson, Bjarney Lárudóttir Bjarnadóttir, Eðvar Ólafur Traustason og Davíð Sigurðsson. Fundurinn í dag er í tveim dagskrám. Starfsmenn fundarins eru Stefán Broddi Guðjónsson og Lilja Björk Ágústsdóttir, sviðsstjóri stjórnsýslusviðs sem ritar jafnframt fundargerð. Fundurinn í dag er í tveim dagskrárliðum. Og okkur er ekkert annað vanbúnað en að ganga til dagskrár og fyrsti dagskrárliðurinn ber heiti Skipurit borgarbyggðar með málsnúmeri 2504-240 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 707 en þar segir í bókun byggðarráðs samþykki framlaga tillögu að breyttu skipuriti borgarbyggðar og vísa til fullnaðar afgreiðslu í sveitarstjórn. Byggðarráð felur sveitarstjóra að búa til aukafundar í sveitarstjórn mánudaginn 19. maí klukkan 1600 og hér erum við stödd og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Stefán Broddi Guðjónsson hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Stefán. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og ágætu áhorfendur lögðu fram tillaga að breytingu á skipuriti borgarbyggðar og í gögnum er svona eilítil glærukynning þar sem farið er yfir hérna skipuriti og breytinguna og svona aðeins tæft á röksemd á bakvið hana. Og kannski nú ef ég bara fletti og ég held að hérna Eiríkur hann flettir þannig þannig að áhorfendur geta séð hvað þannig að svona á fyrstu glærunni er bara skipuriti eins og lítur út í dag og í grófum dráttum þá má segja að svona undir sveitarstjórn og byggðarráði er síðan sveitarstjóri og undir sveitarstjóra eru svona 3 kjarnasvið og eitt er að vinnur þvert á hinn, það svið er þá fjármála- og stjórnsýslusvið og undir það skiptist í fjármáladeild og stjórnsýslu og slökkvilið er jafnframt undir það. Svo fjölskyldusvið, það sem jafnframt skiptist í málaflokka og svo skipulags- og umhverfissvið sem sömuleiðis skiptist í málaflokka. Þannig að svona breytingin sem hér er lögð til er svo sem ekki stórvægileg myndi ég segja en hún snýr að skipulags- og umhverfissviði. Og kjarni hennar er kannski sá að svona auka einhver leyti og skýra svona auka og styrkja sérhæfingu í málaflokkum og efla hérna sömuleiðis svona styrkja og samhæfa vonandi jafnframt svona þær hérna deildir sem snúa viðhaldi og umsjón eigna bæði innandyra og utandyra. Og þannig að gerði til að þannig ef ég svona tæpi þá ef ég fer þá verið næstu glæru á þessa sérhæfingu sem ég er að hugsa að það verður þá stofnað sérstakt embætti umhverfisfulltrúa borgarbyggðar og jafnframt munu þá skipulagsfulltrúi og byggingarfulltrúi vera svona sérstakir svona punktar undir embætti sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs og skipulags- og fulltrúi hérna byggingarfulltrúi og umhverfisfulltrúi þá er þá beint undir hérna sviðsstjóra með sín svona sérsvið og síðan jafnframt hérna starf viðhalds og eigna umsjónar og áhaldahús og eigna umsjón og þannig að og undir þá hérna starf umhverfisfulltrúa heyra þá umhverfismálin, sorpþjónustan, landbúnaðarmálin, veitumálin og ýmislegt fleira þeim dúr sem er ég á einhvern veginn að kjarna kannski á ekki síður við svona snertir svona hérna dreifðu byggðir hér sveitarfélagsins og jafnframt þá verður umhverfisfulltrúi starfsmaður umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Starf deildarstjóra umhverfis- og landbúnaðarmála verður síðan lagt niður samkvæmt þessari tillögu og verkstjórn áhaldahús færist beint undir sviðsstjóra líkt og eigna umsjón og viðhald. Og eins og við gátum á þá er markmiðið þarna að styrkja þjónustu sveitarfélagsins á sviði umhverfis- og landbúnaðarmála með þá frekari sérhæfingu
og styrkja og samræma fyrirkomulag við eignaumsjón og viðhald innan dyra sem utan. Og þá fletti ég þá yfir á næstu glæru, þá myndi skipuritið líta svona út og þá eina breytingin felst að snýra skipulags- og umhverfissviði. Þá þá skipulagsfulltrúi sem og undir hann heyra þá verkefni eins og aðalskipulag, deiliskipulag, útgáfa framkvæmdaleyfa, byggingafulltrúi sem hefur með byggingamál og lóðamál að gera og þetta fleira. Umhverfisfulltrúi hefur síðan umhverfismálin, landbúnaðarmálin, veitumálin og fleira og síðan eignaumsjón og áhaldás og undir það myndi þá heyra viðhald og endurbætur, eignaumsjón og svo þetta verkstjórn og áhaldási. Ég held að þetta gefa okkur gott færi á að ná svona sérstaklega kannski samlegar áhrifum og í gegnum eignaumsjón og áhaldás og það sé þá beint undir sviðsstjóra en verður þá styrkja held ég enn betur svona samstarf þessara eininga okkar. En þetta svona kjarninn í breytingunni og sem að hér lögð til og fleira það ekki en nema þetta verður rétt sérstaklega og ég vilji bregðast við eða óska sér eftir því. Takk. Takk fyrir það, Stefán Broddi. Og orðið ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Lögð breytingartillaga á skipuriti borgarbyggðar. Þær eru helstar eftirfarandi. Stofnað verður embætti umhverfisfulltrúa borgarbyggðar. Þar mun heyra beint undir sviðsstjóra skipulags- og umhverfismála og til hliðar við byggingafulltrúa og skipulagsfulltrúa. Undir umhverfisfulltrúa munu heyra umhverfismál, sorpþjónusta, landbúnaðarmál, veitumál og fleira og umhverfisfulltrúi verður starfsmaður umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Starf deildarstjóra umhverfis- og landbúnaðarmála lagst niður. Verkstjórn áhaldahús færist beint undir sviðsstjóra og líkt og eignaumsjón og viðhald. Markmið með breytingunni að styrkja þjónustu sveitarfélagsins á sviði umhverfis- og landbúnaðarmála með frekari sérhæfingu og styrkja og samræma fyrirkomulag við eignaumsjón viðhald innan dyra sem utan. Framlaga breytingar á skipuriti. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagðar breytingar á skipuriti að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Það ekki rétt hjá mér. Já. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 2 sem ber heiti mál til eigenda Orkuveitunar og þar framlögð afgreiðsla frá fundi byggðarráðs frá fundi númer 707 frá 15. maí sem var fært í trúnaðarbók. Það var samþykkt samhljóða í byggðarráði og vísað til fullnustuafgreiðslu í sveitarstjórn. Þar sem að hér trúnaðarmál að ræða þá óskar forseti eftir því að útsending sé rofin svo sveitarstjórnarfulltrúar geti ef til vill tekið umræðu málið. Þannig að við gerum fundarhlé.
Já, komið sæl aftur. Við erum í dagskrárlið númer 2 á þessum sveitarstjórnarfundi undir máli sem ber heitið mál til eiganda Orkuveitunar, trúnaðarmál, og sveitarstjórnarfulltrúar hafa farið yfir málið og bókun hefur verið lesin upp. Hana gildir trúnaður, en ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þá bókun sem var lesin hér fyrr varðandi málið að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá ekki fleiri mál á dagskrá hjá okkur í dag á þessum aukafundi og ég þakka sveitarstjórnarfulltrúa fyrir og segi bara góða ferð út í sólina aftur. Takk fyrir.